Hvað lífeyrissjóður og hvernig reiknum við hann? Lífeyrissjóður kerfi sem við höfum búið okkur til á Íslandi, þar sem við setjum inn hlut af laununum okkar, vinnuveitandi leggur á móti, þar safnast upp peningur eða réttindi sem við höfum þegar við hættum að vinna, veikjumst eða lendum í slysi og getum ekki unnið fyrir okkur lengur. Þá fáum við greitt úr þessum sjóðum tilbaka. Við borgum 4% af laununum okkar inn í þetta kerfi. Þannig að áður en nokkuð gert við launin okkar, þá eru tekin 4% til hliðar og það lagt inn í þetta kerfi. Síðan restin tekin og reiknaður skattur og gert það sem við gerum við launin okkar. Ef einhver með 500.000 í laun, reiknum við 4%, 20.000, það fer inn í lífeyrissjóðinn, ég á þá 480.000 eftir, það reiknað skattur af og allt það. Launagreiðandinn, sá sem ég í vinnu hjá, hann borgar 11,5% ofan á launin mín líka inn í lífeyrissjóðinn. Þannig að þarna safnast upp töluverður peningur. Síðan til eitthvað sem heitir séreignarlífeyrissparnaður, ég ætla að tala um það síðar, og það eru til mismunandi lífeyrissjóðir. Kerfið í grunninn eins, það sem ólíkt eru smávægilegar reglur hvernig greitt út úr þessu og hvar mismunandi sjóðir fjárfesta og hvernig fara með peningana sem við borgum inn í lífeyrissjóðana. En lífeyrissjóðskerfið í grunninn eins.